2018 fékk hópur fræðimanna í hug- og félagsvísindum, bæði innlendum og erlendum, öndvegistyrk frá Rannsóknarsjóði Íslands, Rannís, og við höfum verið að vinna aðalega úr mjög merkilegri heimild sem varðveitt í Þjóðskjalasafni sem heitir Uppskriftabækur sýslumanna, og Már Jónsson, prófessor í sagnfræði, sem var hluti af verkefninu okkar, hann hefur verið að lyfta þessu úr dýpstu kompum Þjóðskjalasafnsins á undanförnum 5, 6, 7 árum, og þetta hvorki meira en minna en 33.000 uppskriftir frá 18. og 19. öld. Og þegar ég segi úr uppskriftabókum sýslumanna, þá sem sagt ef einstaklingur skuldaði samfélaginu og féll frá skuld sinni, þá komu fulltrúar sýslumanns inn á heimilið, skrifuðu upp allar eigur þess alveg niður í smæstu einingar raunverulega. Þeir töldu títuprjónuna og verðlögðu þá. Nærfötunum sem hinn látni stóð í þegar hann féll frá. Allt þetta var verðlagt og síðan var haldið uppbóð á eigum fólksins. Heimili raunverulega gert upp. Og sama var að segja ef erfingjar lenti í einhvers konar deilum, þá þurfti stundum að kalla fulltrúa sýslumann til, og þeir gengu í að skipta arfinum milli þeirra sem rétt átt á að fá hann. Þannig að þarna fáum við fræðimenn samtímans í hug- og félagsvísindum tækifæri til þess að skoða hlutveruleikann að miklu meiri krafti heldur en við höfum nokkuð tímann fengið fyrr. Og það það sem þetta verkefni hefur snúist það að skoða raunverulega hlutina sem fólk hafði í kringu sig, verðgildi þeirra, og hvernig fólk byggði upp bara sín heimili raunverulega. Og síðan samanburðurinn akkúrat við það sem að finna í Þjóðminjasafninu. Hvers konar muni safnaðist að Þjóðminjasafninu. Og það kemur í ljós meðal annars í doktorsritgerð Önnu Heiðu Baldursdóttur sem hún að fara að verja núna bara trúlega fljótlega eftir áramót. Þá kemur í ljós að það talsvert mikið munur á mununum sem varðveittir í Þjóðminjasafninu og svo aftur þeim sem eru skráðir í uppskriftabækur sýslumanna. Við vorum svo heppin að Þjóðminjasafnið kom að baki þessari umsókn okkar á sínum tíma, þarna upp úr 2018, og Margrét Hallgrímsdóttir sem þá var þjóðminjavörður var mjög áfjáð að taka þátt í verkefninu, og það var ákveðið að við myndum sýna niðurstöður okkar í sýningu sem sett yrði á laggirnar hér innan safnsins, og það akkúrat að gerast núna. Síðustu helgi opnaði sýningin í Bogaskalnum og hún mun verða í næstu mánuði opin, en þarna tökum við 3 heimili, þokkalega ríkmannlegt heimili og svona milli heimili og svo aftur mjög fátækt heimili, og sýnum röðum upp mununum eins og þeir birtist í uppskriftabókunum. Og í raun og veru finnst mér þetta vera alveg stórkostlega vel heppnað, og það starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafi unnið þetta af mikilli kostgæfni, og sýningin alveg sérlega vel heppnuð í alla staði. Þannig að mér langar bara til þess að hvetja Íslendinga, því að hugmyndin var að akademían stigi út úr sínu innra umhverfi og raunverulega sýndi niðurstöðu verk sem hefur núna verið í burðarliðnum í 5 ár, og við fengjum tækifæri til þess að viðra niðurstöður okkar, og það gerum við meðal annars í þessari sýningu og bóka sem við erum að gefa út og höfum verið að gefa út á tímabilinu.